Landspítalinn með stefnu til þess að það sé alveg skýrt hver tilgangur okkar og hvert við erum að stefna. Það sést á okkar stefnu þríeiningi, hvað í öndvegi, það sjúklingurinn, hans öryggi og velferð. Og í rauninni kemur síðan mjög skýrt fram líka hvernig við ætlum að nálgast þetta mál og það verið að, ef svo má segja, samhæfa starfsfólk spítalans. Við leggjum áherslu á öryggi, við leggjum áherslu á stöðurumbætur, á þjónustu og á mannauð og síðan hugum við þessum undirstöðu sem þurfa að vera í lagi til að við getum sinnt okkar hlutverki fyrir sjúklinginn. Nú síðan starfsáætlun, hún eitthvað sem að breytist ár frá ári. Við erum sem sagt núna þessa dagana að opna nýjan stefnuvef Landspítalans þar sem við greinum frá þessari nánari útfærslu stefnunar og við munum einnig kynna þetta vel innan spítalans, bæði með plakkötum og þetta verður síðan á dagskrá víða á bæði stjórnenda og starfsmanna fundum og næstu vikum og mánuðum. Á árinu 2015 þá lögðum við mikla vinnu í það að skýra stefnu Landspítalans, gerum þetta með víðtækri þjónustu bæði stjórnenda og starfsmanna. Á síðasta ári 2016 þá lögðum við áfram verulega vinnu í þennan málaflokk í stefnumörkunum okkar og höfum útfært núna eða dýpkað þá málaflokkar sem eru í stefnunni. Og þetta gerðum við meðal annars á 2 stórum stjórnendafundum. Við vorum með 3 starfsmannafundi í september þar sem við fengum víðtæka þátttöku starfsmanna í að útfæra okkar stefnu nánar og eru núna að kynna afrakstur þessarar vinnu. Starfsáætlunin hún byggð þannig upp að hún fjallar okkar megin 4 stefnu áherslur sem við setjum í fókus. Það öryggismenning, þjónusta, mannauður og stöðugar umbætur og undir þessum 4 flokkum setjum við nokkra lykil áherslur og nokkra lykil árangursvísa sem að verða svona í sérstöklega sterkt á dagskrá á þessu ári. Jú, stefnumótun og starfsáætlun spítalans nýtist mér og öllum stjórnendum í samtali innanhús hvaða áherslur við viljum leggja á þá til dæmis árinu 2017 og þetta svona eflir umræðuna og einfaldlega setur mál á dagskrá. Starfsáætlun fyrir árið 2017 í raun og veru starfsáætlun númer 2 með þessum hætti. Við settum þetta fyrst á dagskrá í fyrra með þessu formi. Að þá finnst mér þessi aðferðafræði stuðla að því að það skapast sátt og skilningur á milli eininga þó það séu dreifðar og það svona liðkar fyrir samtali. Þannig að það eitt og sér bara mjög mikill og mikilvægur árangur. Allt miðar þetta því að við séum með samhæfðum hætti að vinna saman að sameiginlegri sýn á framtíðina og stefnan í rauninni rammi í kringum þetta.